Já, góðan daginn. Ég ætla að kynna fyrir ykkur mastersnám og framhaldsnámi við þarna í matvælafræði, við matvæla- og næringarfræði deild. Ég heiti Þórhallur Ingi Halldórsson og ég prófessor við matvæla- og næringarfræði deild. Deildin frekar lítil, ég held að guðfræðideildin hafi vinningin yfir það að vera minnsta deildin. Við erum svona einhvers staðar í öðru eða þriðja sæti, held ég. Við erum, held ég, 8 kennarar í fullu starfi, einhverjir í hlutastarfi og svo sem sagt umsjónamenn. Og ég valdi sérstaklega myndir á okkur hérna þegar við erum öll pínlítið yngri en við ættum að þekkjast samt í dag ennþá. Matvæla- og næringarfræði deild, þetta eru 2 námslínur, annars vegar matvælafræði og hins vegar næringarfræði og ég ætla aðeins að nefna báðar til þess að hafa aðeins yfirsýn hvernig námið skipulagt. En þetta eru 2 námsleiðir með mikla skörun og samvinnu, finnst mér allavega. Og úr því að þið hafið áhuga á matvælafræði, þá ætla ég að byrja á því að segja ykkur aðeins frá næringarfræði. En næringarfræði er vísindagrein sem fjallar þræðina á bak við áhrif næringar og líkamlegt og andlit heilbrigði mannsins á öllum æviskeiðum, en kemur líka inn á fæðuöryggi, framleiðslu og gæði matvæla. Og þar skörunin matvælafræði sem þá meira fókuseruð á framleiðslu, öryggi og gæði matvæla, næringarinnihald við framleiðslu og vinnslu og dreifingu. Það sem sagt, matvælafræðin snýst hvernig eru matvæli framleidd. En matvælafræði sem inniheldur enga næringarfræði ekki sérstaklega góð matvælafræði og næringarfræði sem inniheldur enga matvælafræði heldur ekki sérstaklega gott fag því að við verðum að vita hvernig innihaldið hvert næringargildið þegar við erum að framleiða matvæli og öfugt. Og störf matvælafræðinga eru fjölbreytt og snúa bæði þáttum til að efla matvælaframleiðslu, atvinnulíf og neytendur fái holl og örugg matvæli. Og varðandi framhaldsnámi þá erum við sem sagt með 2 ólíkar námslínur, við erum með mastersnám í matvælafræði og mastersnám í næringarfræði. Og innan matvælafræðina þá eru nokkur svið, það vinsla og verkfræði sem þá vinsla á matvælum sem tengist inn á verkfræði, maður þarf samt ekki að vera með verkfræði gráðu til að geta unnið við matvælaverkfræði, en það til dæmis meðal annars kæliferlar, skurður og geymsla og vinsla sem eru svona tæknilegar útfærslur. Svo erum við með svið sem gæði og öryggi og eitt stærsta viðfangsefni varðandi matvælaöryggi sem sagt örverufræði, að sjá til þess að fólk fá ekki matareitranir eða að maturinn sem við seljum í búðunum sé öruggur og hafi rétt geymsluþol. Og það mjög spennandi svið. Það mikið nýsköpun varðandi fæðubótarefni, varðandi vinslu á lífvirkum efnum, varðandi hvernig við getum einangrað efni sem eru lífvirk og markasett og það reyndar skapast líka, það nýsköpun og lífefnalínan skarast að mörgu leyti en lífefnalínan þó kannski aðeins sértækari. Þannig að þetta mjög spennandi og í raun og veru getur maður ekki sagt að þetta eru vissulega mismunandi línur en þetta skarast mjög mikið. Meðan að næringarfræðin meira þá kannski það sem sér við matvælafræðina þessi vinsla, þá getur maður sagt með næringuna þá sér þá þessi klíníska næringarfræði. Svo lýðheilsuvísindi, rannsóknir og tengsl næringar við íþróttir og þetta eru kannski það sem svona meira sér á milli en það skörun. En sem sagt línurnar eru vinsla og verkfræði, gæði og öryggi, nýsköpun og lífefni við mastersnámi í matvælafræði. Kynni ykkur bara, ég get ekki tekið sem sagt mikinn tíma í það að fara yfir námsleiðirnar en ég hvet ykkur til þess að skoða námskrána varðandi hvaða kjörsvið í boði og hvaða námskeið liggja þar undir en ég get sagt ykkur það í matvælafræðinni þá töluvert mikið val, maður getur sérhæft sig í ákveðnar áttir en auðvitað sérstaklega fólk sem vill taka master í matvælafræði og kemur utanfrá að þá myndi mastersnámið byggjast upp af grunnkúrsum úr BS-náminu að hluta og mastersnámskeiðum en hitt þá vera metið á móti. Og ef þú hefur áhuga sem sagt á nýsköpun og rannsóknum innan matvælafræðinar, vöruþróun, gæðastýring og eftirliti að tryggja að matvæli sem séu næringarík og örugg til heilsu og þessum þáttum þá matvælafræði nám fyrir þig, myndi ég halda og þetta gríðarlega spennandi nám og bara til þess að setja það í samhengi að þá ég nú búin að kenna hérna síðan eftir bankahrun og ég man í bankahruninu, þar sem þá fjármálakreppa og núna sem þá alheimsfaraldur á heimsvísu, þar sem tugir þúsunda mann að missa vinnuna, að þá aldrei kreppa í matvælageiranum. Fólk þarf alltaf að borða, það alltaf störf í þessum geira og í löndum þar sem öllum sagt að vera heima hjá sér, þá fólk sem vinnur við matvælaframleiðslu eina fólki sem fara út í dag. Og við hvað vinna matvælafræðingar og það fyrir utan heilbrigðisstarfsfólk náttúrulega. Og það það sem matvælafræðingar vinna við, það stjórnun og stefnumörkun á sviði matvæla, framleiðslu og rannsókna, það rannsókn og þróun, það eru markaðsmál og vöruþróun, það ráðgjöf og eftirlit og það kennsla og fræðsla. Og eins og ég segi, störfin eru fjölbreytt, það eru miklir möguleikar þar sem þetta stjórnast af að matvælaframleiðsla náttúrulega
framleiðslugrein sem þarf að bera sig, þannig að það verður aldrei svona mikil sveifla í störfum eða mikil verðbólga í launum eða annað, en þetta örugt, fast og mjög áhugavert nám. Og það sem við höfum upp á að bjóða er að matvæla- og næringarfræðideild í miklu samstarfi við út allan heim varðandi rannsóknir. Sérstaklega við með Háskóli Íslands með samning við MATI sem rannsóknarstofnun hér á landi sem með mjög fjölbreytt tengslanett út allan heim og rannsóknir. Við varum með embætti landlæknis með heilsugæslunni, Landspítalanum, lýðheilsu, matvælastofnunum og fjölmörgum stofnunum, en við stundum líka rannsóknir út allan heim og sjálfur til dæmis vinn ég rosalega með í mestum mínum tíma í að vera ráðgjafi varðandi matvælaöryggi í Evrópu til dæmis. Og sem bara alltaf að gefa dæmi þau verkefni sem í gangi, að þá til dæmis mastersverkefni sem ég man eftir, þá eitt verkefni þar sem við skoðum heilsuspillandi efni í plastumbúðum, hversu mikið af lífrænum leysiefnum lekur úr íþróttaplastbrús sem yfir í vatn. Það eru verkefni sem koma inn á svona líftíma og gæða matvæla, hvernig maður vinnur sjávarfang og optimiserar sem sagt gæða á því, hvernig maður getur bætt bætiefnabakteríum í ávaxtasafa, hvernig maður mæla mengunarefni í skelfiski og svona mætti lengi telja. Og þetta snýst voða mikið matvælafræði á mastersstigi og þegar ég farið að vinna við þetta, þá þetta voða mikið nýsköpun. Hvernig getum við komið með nýja vörur á markað sem eru heilsusamlegar og bætt framleiðslu sem fyrir. Og það sem að mér finnst spennandi og óspennandi þó að sem sagt að búa til hamborgara sem eru ræktaðar úr frumum en ekki byggðar á venjulegri kjötneyslu eða sem sagt að leggja sér skordýr til munn sem að margir telja sér framtíðin. Og ég held að sé ekki að þá gríðarlega breytingar í gangi og það gríðarlega spennandi tækifæri í matvælaframleiðslu og hraða breytingar út af því að plánetan einfaldlega orðin full af fólki að brenna regnskóga og jarðefnaeldsneyti og það mikið að breytast. Og ég man þegar ég var til dæmis lærði efnafræði fyrir 20 eitthvað árum, þá datt engum að huga að fara í matvælafræði eða sem sagt fáum, hvað get ég sagt. Það var svona aðeins önnur stemming þegar þá vildi allir kaupa ódýr matvæli og matvæli voru svo sem ekkert vandamál. En nú þetta orðið mjög spennandi, gríðarlega miklar framfærir. Það eru miklar öfgar og tískur, til dæmis við tökum bara þessa prótínmanju, allir þurfa að borða mikið prótín, þú getur alveg skiptið risastóran jeppa, það svo óumhverfisvænt. En samt við ennþá dag í dag að velta þessu fyrir okkur og framleiða öðruvísi vörur og svo framvegis. Og þetta viðfangsefni sem við erum svolítið að glíma við, hvort sem í matvæla- og næringarfræði og þetta spennandi því að mér finnst núna síðastliðin 5-10 árar breytingarnar svo hraðar að þetta bara suðupottur sem að maður veit ekki hvar endar. Og fyrir þá sem hafa áhuga á þessu, þá þetta gríðarlega spennandi nám. Og ef þið hafið áhuga á að stunda námið-deildin, þá hvet ég ykkur til að senda post á mn@h.is eða sértækari spurningar varðandi matvælafræðina var ég líka hægt að senda á Björn Viðar og Ólaf Ögmundsson sem eru þeim megin eða þá á mig ef þið skilduð ekki það sem ég var að segja. Takk fyrir.